Tíminn. Stundum virðist hann silast áfram. Stundum standa í stað og stundum eins og hann líði allt of hratt. Tíminn okkar dýrmætasta eign því hann fáum við aldrei aftur. Þess vegna mikilvægt að nýta hann vel og selja hann ekki ódýrt. Við sættum okkur ekki við að tími sumra sé álitinn verðmætari en annarra og berjumst fyrir bættum kjörum. Fleiri augnablikum með fjölskyldu og vinum. Því augnablik eru lífsgæði. Lífsgæði sem við höfum barist fyrir í 130 ár. Dance
Já, góða kvöldi kæru veslingar og verið velkomnir á kosningavöku 2021 og takk Bragi fyrir hreint út sagt frábæran trailer. Ég vil byrja á því að þakka Gulla, Davíð Arna, Unni Maren og Viktor Erni fyrir að taka þátt í þessu verkefni, skipuleika kosningavökuna og setja þetta allt saman á innan við viku. En að öðru, við erum kynendringar hér í kvöld og ég heiti Hafdís. Og ég heiti Unnur, en það alveg stútfull dagskrá hjá okkur í kvöld, þannig komið ykkur vel fyrir, fáið ykkur nokko, fáið ykkur kollab, hendið í gifla, en ekki fara langt. Í ár fengum við að halda kosningavökuna hérna í Bláasal og þó að sé fámennt þá afskaplega góðmennt. Já, hér sko góðmennt og fámennt, en má ég heyri í salnum því hérna frábær stemming, algjörlega. I like. En Unnur. Já, Hafdís. Ég held að sé komið að einhverju. Eigum við að tilkynna orð kvöldsins? Já, Unnur, hvað orð kvöldsins? Gott á spurðir, en orð kvöldsins kosningar. Já, fínt á sæll. Kosningar. Minnist vel á það. Skál fyrir því. Skál. En að öðru þá ákveðu veisluskólar svo sannarlega að henda í gjafaleiki sem verða í gangi í allt kvöld í boði Kore, Ölgerna og Oat Copper & Johnson EHF. I like. Þeir fara svona þannig fram að þið verða að fylgjast rosalega vel með á veislustjóra Instagraminu @veislustjórar_NFFI og verið búin að followa því þið getið ekki unnið nema þið followið. Við ætlum að vera aktív á feedinu þar sem þið kommentið undir frábæra spurningar og frábærar myndir og það verður random winner. Það verður líka Finish the Lyric sem fer þannig fram að Unnur okkar sem kemur með lyric og ef að þú veist svarið þá bombaru einu góðu DM-i á @veislustjórar_NFFI og sá fyrstu kemur, fyrstu fær. En hvað fá þeir? Nú, það er margt í boði. Þú getur unnið kassa af Nokko, kassa af Kollab, giflum og hverju sem Þú gætir unnið. Og þú gætir unnið og þú gætir unnið. Heyrðu, ég held að sé bara komið að þessu. Við skulum gera þetta. Allir upp með símana, inn á DM. What is the lyric? Stóras og stór læri. @veislustjórar NFFI right now, go, go, go. En ég held að sé bara komið að fyrsta dagskrálið. Já, og það hann Atli Baldur með uppgjör nemendafélagsins. Bjónum honum velkominn upp á svið. Yeah. Gott og margblessa kvöld, vinir. Heyrði, ég hérna mættur með hóstunum og ætla að fara yfir uppgjör NFFI á skólaárinu 2020 til 2021. Það ók? Ok, krakkar. Hérna vídeo sem við varum að tala um áðan. Heyrist það ekki í stríminu? Það var betra, það var skemmtilegra. Ja, Bjartur, hvað segir það? Já, skellu upp. Lagi? Virkar ekki, þetta er svo fokki gott. Já, þið missið bara því miður. En ok, allavega, þá ætla að byrja á miðstjórnarnefndum. Nei, takk fyrir. Ok, við ætlum að byrja 12:00. 12:00 hefur verið mjög dugleg, þau hafa verið mjög dugleg í ýmsu. En allavega, eins og komið þá hefur myndbandsvinna þeirra verið upp á 410.000 krónur, tónlistarvinna upp á 540.000 krónur og óskilgreindur kostnaður 130.000 krónur. Ok, þáttur 1, eftir allt þetta, endaði miraculously í 196.000 króna hagnaði. Og það var auglýsingar sem að pulluðu þrjú og þeir söfnuðu í náttúrulega þessu samtals, en já, söfnuðu það bil 840.000 krónum. Það er náttúrulega von á allt þetta, en já, eins og það Úrslitin eru því 46.000 króna tap. Rjóminn. Já! Útgjöld rjómans í ár
hafa verið 50.000 krónur fyrir tónlistarmyndband, 350.000 krónur fyrir tónlistarproduction og önnur aðstoð, þar að segja klippingar eða slíkt, hafa vegið upp á 200.000 krónur. Allt í allt eru það 600.000 krónur. Í tekjuliðum þá hafa verið auglýsingar upp á 280.000 og gig hjá Samfés sem verður núna í sumar upp á 290.000 krónur. Allt í allt þá kemur Rjóminn út í 30.000 króna tapi. Hlaðvarpsnefnd, eiginlega uppáhaldsnýja miðstjórnarnefndin mín, hefur varið 30.000 krónum í útgáfu og uppáhaldskostnað, það er að segja host vefsíðuna og annað slíkt, en á móti hafa þau dregið inn 75.000 krónur í auglýsingum og lokaniðurstöður eru því 45.000 krónur í hagnað, obviously. Ómen. Ómen, heyrðu, akkur er 45, þetta er villa, náttúrulega augljóslega ekki að vera 45.000 krónur í hagnaði, en tekjur Ómen eru 2.984 krónur og útgreiðslur engar. Ég ætla að vera alveg hreinskilinn. Ég veit ekki alveg hvaðan þessar 2.984 krónur koma, en alltaf betra að vera í plús. Og lokaniðurstöður eru því náttúrulega rangar á glærunni, en eiga þá að vera plús 2.984 krónur. Sjáu þið ekki? Nei, þið sjáu náttúrulega ekki. Ok. Kvasir. Duglegasta miðstjórnarnefnd að mínu mati. Þau hafa náttúrulega gefið út er að fara að gefa út 4. blaðið sitt núna á sunnudaginn. Og blað 1 kemur út í 116.000 króna hagnaði. Blað 2 kemur út í 7.450 króna tapi. Blað 3 kemur út í 119.500 króna tapi og blað 4 í 3.750 króna hagnaði. Ég skal alveg hreinskilinn, ég gleymdi að taka allt saman, en það er annar mál. NFF TV Þeir fóru eina bónusverð sem kostaði 7.539 krónur og upp á móti fengu styrk frá NFF upp á 5.000 kall og koma því út í 2.439 króna tabi. Og hérna sjáum við líka mjög skemmtilega myndir frá þeim. Núna ætla að taka stjórnarnefndir. Ég fann enga góða mynd af stjórninni svo þetta verður bara allt aukt, skemmtilegt. Íþróttafélagið, útgjöld þeirra voru fótboltamótið upp á 60.250 krónur, paintballmótið sem kostaði 150.000 krónur og aukakostnaður upp á 85.540 krónur. Í tekjum náðu inn 300.000 krónum í auglýsingatekjum og paintballmótið sem að borga sjálft sig og hagnast í 150.000 krónum. Og lokaniðurstöður Íþró eru 154.200 krónur. Málfundafélagið. Ballið hana. Útgjöld Málfó eru laun upp á 3.010.000 krónur. Óskilgreindur kostnaður upp á 137.000 og tekjur eru peysusala upp á 2.350.000 krónur. Auglýsingatekjur upp á 615.000 krónur, styrkur frá nemendafélaginu upp á 200.000 krónur og matarkóti sem að ég tel ekki inn í þetta en þau höfðu 800.000 krónur í matarkóta. Allt í allt gera þetta 18.000 krónur í hagnað. Næst kemur Skemmtó. Glæðan þeirra eins og sjáu svolítið auð og leiðileg en skemmtisnildin kostaði 112.000 krónur og í tekjur fá þau 430.000 krónur og samstörf gera cirka 100.000 krónur. Náttúrulega vantar vælið hérna inn og eins og við reiknum þetta núna þá mun vælið velta það bil
3,3 milljón krónum. En eins og stendur á glærunni, þá eru lokaniðurstöður Skemmtó 418.000 krónur í hagnað. Verslunarskólablaðið. Já. Jæja. Útgjöld Verslunarskólablaðsins, afsakið mig, eru 296.360 krónur fyrir prent á snobbinu, eða prent og framleiðslu snobbsins. Og tekjur fyrir snobbið eru 520.000 krónur, sem vega upp á móti útgjöldunum, augljóslega. Prent fyrir blaðið sjálft er upp á 5.115.000 krónur. Dýrasta bókin, wúhúhú! Uppsetning blaðsins vegur 470.000 krónur. Tilkynningavídeó sem að ég býst við að sé ekki komið út er upp á 200.000 krónur. Myndaþættir eru upp á 37.660 krónur og óskilgreindur kostnaður 18.300 krónur. Tekjur Verslunarskólablaðsins eru auglýsingar upp á 5.024.000 krónur. Auk þess fá þau styrk frá nemendafélaginu upp á 700.000 krónur. Lokaniðurstöður Verslunarskólablaðsins eru því 6.680 krónur í hagnað. Viljinn. Útgjöld Viljans. Þar kostaði vonin 246.760 krónur og auglýsingatekjur í voninni eru upp á 300.000 krónur. Síðan Viljinn vol 1 kostaði 836.000 krónur og 836.018 krónur. Og hagnaðist eða kom upp á móti 1.015.000 krónur. Viljinn vol 2 kostaði 859.000 krónur í framleiðslu og hagnaðist 626.847 krónur. Og lokaniðurstöður Viljans eru því nákvæmlega 69 krónur í pluss. Markaðsnefnd. Útgjöld markaðsnefndar voru ekki einasta króna og tekjur voru upp á auglýsingatekjur voru upp á 1.890.000 krónur og styrkir 230.000 krónur. Allt í allt gera það 2.120.000 krónur. Þá er það bara komið gott hjá mér. En núna eftir smá þá ætla Lovísa að taka, nei, það ætla Listó fyrst. Þá ætla Guðríður og Elísa Gía að taka uppgjör, að kynna fyrir ykkur uppgjör listanemndarinnar og Lovísa Ólafsdóttir ætla að taka uppgjör nemendamótsnefndar. Áður en ég fer, þá langar mér bara aðeins til að taka smá tíma og þakka ykkur öllum krakkar sem komu ekki bara að nemendafélaginu, bara að skólanum, öllum sem koma að rekstri skólans bara fyrir geðvægt ár. Og þrátt fyrir þessar aðstæður sem við höfum öll heyrt nóg af, þá var þetta æðislegt og já, ég vil bara þakka fyrir mig af öllu mínu hjarta. Og that's all she wrote. Takk fyrir mig. Elísa og Guðríður. Já. Svona. Ekki lengur. Ætti ekki vera. Þannig. Ha. Er þið lagið það?
hvað gerist? Við svona. Þannig að þetta komið? Aha, flott. Halló, Gígji og Gurra hér, fjármála- og markaðsstjórar Listó í ár. Við ætlum að kynna fyrir ykkur uppgjörið hjá Listó. Guðrún, má bjóða þér? Já, heyrðu, fyrst það leikstjórnir okkar, þeir Helgi og Tómas, en í þá fóru 829.400 krónur. Já, og í mat fyrir þá fóru 20.936 krónur. Og svo það prent á leikskráni, en það eru 108.872 krónur. Japs, og svo leikmyndin, það voru 100.420 krónur og það má nefna að inn í þessu 70.000 krónar dúkur sem að mun nýtast Listó í mörg ár, þannig að mjög gott. Svo það ljós, en í þau fóru 423.581 króna. Já, og síðast en ekki síst fóru 130.000 krónur í tónlist. Yes. Ok, og svo það tekinnir okkar, en miðasala gekk ógeðslega vel. Þessar nemendasýningar sló alveg í gegn og almenni líka. En úr miðasalni fengum við 1.978.900 krónur. Og í styrkjum fengum við 515.000 krónur. Já, og samtals kostnaður þá 1.613.209 krónur. Og samtalstekjur eru 2.493.900 krónur. Sem að þýðir... Því eftir droppinu. Já. Tilbúin. Þetta svolítið lágt. Já. En já, sem sagt, niðurstaðan þannig að við erum í 880.691 króna pluss. Yes, það bara komið hjá Listó. Ok, hæ, ég heiti Lovísa, ég fjármálastjóri Nemo og þetta svona mitt helsta hlutverk að koma og vera með vandræðalegt uppgjör sem að endast oftast illa. En ég veit ekki hvernig það endar í ár, en það bara að koma og bíða og sjá. En ég ætla bara að vinda mig beint í þetta. Og við byrjuðum semst á því að við fengum lán frá NFFI. Og þeir sem að vita þá endurgreiðir maður lán. En við fengum lán frá NFFI til þess að borga fyrir laun og svona til að byrja með það því við áttum engan pening.
og þá staðan 1,50 í tekjur og engin gjöld. Síðan það hún Elisabeth sem markastjóri hjá okkur. Hún var sjúklega dugleg og hún seldi auglýsingar fyrir 1.690.000 og síðan vildum við auðvitað auglýsa okkur líka, þannig að við prentum út plakkött fyrir 48.980 krónur. Við fengum að fara frítt í bíó, þannig að þar voru auglýsingar sem við borguðum ekki neitt fyrir og við ætluðum að eyða 450.000 í strætóskýli en við heldum að við mættum ekki sýna, þannig að við hættum við það og síðan máttum við sýna, þannig að það var smá vandró en það kom ekkert að sök. Þannig að núna eru tekjurnar í 2.840.000 og gjöldin í 48.980 og staðan 2.791.020 krónur í hagnað. Síðan koma launin. Þau eru alltaf svolítið há. Við borgum listrænu stjórnendunum okkar sem eru leikstjóri, danshöfundur, dansstjórar og tónlistastjórar. Við borgum þeim 2.450.000. Tæknimennir fengu 730.000 og það eru ekki Gulli og Viktor. Það eru alvöru kallar. Þeir eru samt alvöru kallar. Já, sorry. Þeir eru bara svona, þeir gera þetta bara fyrir hamingjuna. Og við eittum 40.000 í textaþýðingu. Og samtals voru þetta 3.220.000. Og þá erum við komin í mínus. Tekjurnar eru 2.840.000 og gjöldin eru 3.268.980 krónur. Þannig að staðan mínus 428.980. Síðan kemur að kostnaður. Við spöruðum rosalega mikið á því að vera með leikriti hérna í íþróttsalum, þannig að það voru 0 krónur. Búningarnir voru 62.580, leikirfi var 15 skall, við borguðum ekkert fyrir stúkun okkar, sviðsmyndin var 91.780.000, tæknin var 2,7 milljónir, leikskráin var 297.600, við tókum upp leikritið sem kemur vonandi fljótlega bara inn á YouTube fyrir 500 skall og eins og listó þá keyptum við dúk sem að nýtist okkur lengi nema okkar kostaði 500.000 og samtals voru þetta 4.166.960 krónur. Þannig að þá eru tekjurnar í 2.840.000 og gjöldin eru í 7.435.940. Þannig að við erum í mínus 4.595.940 krónum. En þetta ekki bara vont að því að við seldum upp á hverja einustu sýningu og bara vert að minna á það að við vorum með 3 aðra sýningar planaðar sem að voru cirka 1,5 milljón sem við töpuðum. Sem svolítið mikið. En nemendasýningarnar við seldum fyrir 3.033.500 og almenna sýningar voru 4.497.500 og bara svona eins og Jónsi og Ilmur að segja bara oh my god, ertu ekki að djóka, þetta var svo hátt, þetta voru 7.531.000. En þarna erum við komið með tekjur upp á 10.371.000 og gjöld upp á 7.435.940 krónur og við erum komin í plús. En þá kom annállinn og annállinn þau leigðu hoppukastala fyrir 65.000 krónur sem að sest í halva sekundu þar sem Daniel hoppar á hoppukastalan og þau eittu 50.000 krónum í lag, þannig þau eittu 115.000 krónum. Þannig að þarna eru við í 2.968.000. Þetta var geggjalag. Það bara, þau eiga það. Smá. En annar kostnaður, það alltaf meiri kostnaður. Við þurftum að borga fyrir bílaflutninga á stúkunni. Það var 375.153 krónur. Við þurftum að kaupa mat og rosalega mikið að lyfjum og hitakremi og eitthvað handa leikurunum. Þau voru alltaf eitthvað að slasa sig. Nei, þetta var bara Ibufen og Parataps. Hei. Þannig að þetta voru 87.860. Síðan þurftum við að kaupa batteri fyrir hljóðnema á 7.400 og dansverkstæði þar sem við heldum pröfunar okkar voru 40.000 krónur. Og síðan borguðum við Bjarka 100.000 skall til þess að halda tóka. Og þetta voru 610.413 krónur.
Þarna eru við í 2.358.447 krónum í plús. En þá ef maður tekur þetta bara allt saman, þá voru tekjurnar í markaðsmálum 1.641.020 krónur, miðasalan nam 7.531.000 krónum og gjöldin voru launin sem voru 3.220.000 krónur, leikritið sem var 4.166.960 krónur, annar kostnaður var 610.413 og annallinn var 115.000 krónur og eins og glöggir taka eftir þá var þetta yfir 2 milljónir, þannig að við endurgreiddum allt lánið frá NFFÍ því nema voru orðin sjálfbær nefnd og þarf ekki lengur hjálp. Ótrúlegt en satt, vonandi heldur það áfram. Þannig að við endurgreiddum lánið upp á 1,150 og það var það bara afkoman, get ég fengið trommuslátt. Það er 1.060.647 krónur sem að nema er í hagnaði. Elskurnar mínar. Þannig já. Atli, ætlaði þú að koma aftur upp? Já. Ég veit að maður. Thank you. Já, hei, Baldvin. Já, þetta er mínir herrar. Þá er fjárhags yfirliti búið hjá okkur í kvöld. Og ég vil þakka Elísu Gíu og Guðri fyrir að hafa þetta stutt og laggott. Og Lollu fyrir að gera það ekki. Já. Ég veit samt að við í stjórninni hefum viljað gera miklu meira við öll. En við erum öll sátt við það sem við höfum gert. Og enn og aftur, takk fyrir árið og þið tvær, þið megið taka. Já, takk fyrir það Atli, en já, eins og Atli sagði, þá, eins og við veitum öll, að þá hefur nemendafélagið ekki starfað eins og það hefur gert vanalega, en mér finnst samt að nemendafélagið er bara mjög gott hrós skilið fyrir alla starfsmenn sem það er búið að gera. Þau gerðu að besta úr aðstæðum og gerðu það vel og frumlega. Já, og sérstaklega, hverjum hefði dottið í huga að setja nemu upp í íþróttasalum? Og list og líka, ég hef ekki hlegið mikið að sýningu. Þetta er frábært, en kosningavakan heldur áfram og djöfull er ég orðin peppuð í þessar kosningar. En að öðru, Unnur, veistu hvað ég er að spá? Hvað er að spá, Hafdís? Ég er að spá að hendi annan gjafaleik. En Eva Björns til hamingju, þú ert sigurvegari gjafleiks númer 1 og við komum til þín helgina eða í næstu viku með góðan varning. En Unnur, Já. What is the lyric? Allir upp með síma, veislustjórar _NFFÍ á Instagram. Tilbúinir að tæpa í DM. Og finish the lyrics er... Má ég fá trommuslátt í salinn? $1,000 jeans, $1,000 jeans. Let's go crazy comments. En að öðru, að þá er komið að stærsta, merkasta og mikilvægasta embætti NFFÍ. Og við vitum það öll að það er engin annar en Seðlabankastjórinn. En Hafdís, hvað gerir Seðlabankastjóri? Gott þú spurðir, en Seðlabankastjórinn varðveitir Versló dollarinn og Seðlabankastjóra stafinn. Og Davíð Óttars, hinn hæstvirti Seðlabankastjóri, er með okkur hér í kvöld og við vitum öll að án hans yrði NFFÍ ekki neitt. En úrslit eða niðurstöður Versló Óskarsins verða tilkynntar innan skams. En áður en við gerum það, þá skulum við bara bjóða Davíð Óttars velkominn á svið. Já, honum gott klapp. Davíð Óttarsson heiti ég og ég hef sinnt starfi Seðlabankastjóra Verslunarskóla Íslands síðastliðið skólaár. Eins og flestir vita er það krefjandi starf og krefst metnaðar og ábyrgðar.
En nú komið að því að velja, eða réttara sagt, krýna nýjan seðlabankastjóra Verslunarskóla Íslands til starfa. Valið á einstaklingnum reyndist mér afar erfitt og hugsaði ég oft með sjálfum mér hvort ég væri yfirleitt verður í það að taka þessa gríðarlegu ákvörðun. Þó komst ég loks að niðurstöðu og veit ég að manneskjan mun sinna starfi seðlabankastjórans með sæmd og dugnaði. Nýji seðlabankastjóri, eða réttara sagt, stýra Verslunarskóla Íslands Hafrún Arna Jóhannsdóttir í 1. B. Og mun hún varðveita verslódólarinn og seðlabankastjórastafinn. En, þó liggur ein spurning eftir í loftinu. Mun Hafrún breyta 4 seðlum í 8? Ég vona það svo sannarlega, en við munum komast að því á næstunni. En heyri, nú vil ég einlega bara nýta tækifæri til þess að óska frambjóðendum á eftir góðs gengis og nemendum skólans öllu hinu besta. En nú fáum við reyndar að sjá vídeo frá henni Hafrúnu, núverandi seðlabankastjóra, en þetta var allt frá mér. Takk fyrir mig. Hæ, ég heiti Hafrún Arna og í 1. B. Og takk kærlega Davíð fyrir að treysta mér fyrir þessu mikilvæga og krefjandi verkefni sem að seðlabankastjóri Verslunarskóla Íslands Og ég mjög þakklát og mjög spennt fyrir þessu og varðandi spurninguna þína, þá mun ég ekki gefa það upp núna, en þið verður bara að fylgjast spennt með. Takk fyrir mig. Komið sælir kæru verslingar og til hamingju með daginn. Ég heiti Gísli Marteinn Baldursson og ég var einu sinni einn ykkar og það svo sem ennþá, einu sinni verslingur, alltaf verslingur. Ég var formaður nemendafélagsins eða forseti NFFÍ veturinn 91 til 2. Einn besti vetur sem sögur fara af í skólanum, segja sumir. Það var margt eftirminnilegt sem gerðist þennan vetur, til dæmis endurvöktum við íþróttaferðina eftir hún hafði verið bönnuð í mörg ár og við héldum líka síðustu dimmisjónuna í mörg ára því að hún var rosaleg og mjög skemmtileg, en það var ekki haldin dimmisjón í mörg ár eftir það og ég ekki alveg klár á því hvort að þið fáið að halda dimmisjón eða ekki, ef ekki var það okkur að kenna, afsækiði það. En í öllu falli þá langaði mig bara til að kasta kveðju á ykkur kæru verslingar og vona að þið séuð að njóta kvöldsins. Það núna komið að því auðvitað sem allir hafa beðið eftir og það Versló Óskarinn. Gjörið svo vel. Það þarf ekki að enda svona. Þú neyðir mig til þess að gera þetta. Já, og sem verður bara að gera þetta við. Skilju, og bara gerast það allt í einu. Allt í einu? Allt. Sælis. Þetta endur. Já. Ég þarf að fara að koma. Ég sé þetta. Hello? Yeah.
Það er Versló Óskarinn einmitt núna. Við erum með Jón Ólaf Hannesson hérna hjá mér, Baldvin Bjarki Gunnarsson, Árni Þór Guðjónsson. Við erum með Versló Óskarinn. Ekki bara enda ykkur í þetta? Það held ég, við fengum heiðurinn á að vera aftur með ykkur hér í kvöld, sína Versló Óskarinn í seinasta skipti, nefndin sem er okkur ansi dýrmætt, herra menn, en það sáum við uppbyggingu hennar alveg. Drengir, ég verð að segja að ég er með déjà vu, við vorum hérna í fyrra, Já. En við erum hérna aftur. Vorum hérna í stofinn hans Jónsa fyrir okkur ári síðan að tilkynna hérna úrslit Versló Óskarsins, en núna erum við hérna bara eins og þetta á að vera. Svona átt að vera, sko. Já, þetta er alltaf að nærði eins og þetta á að vera, þú veist, við hefðum náttúrulega viljað fá alla inn í bláa sal og hafa geggjaða stemningu, en... Það er samtalið eitthvað, ef það er fólk að horfa, þá er þetta stemming. Nákvæmlega. Að hafa flott stream, sko. Þetta er náttúrulega, það er niðurstöður sem skipta langt mestu máli. Ég veit ekki með ykkur, mér er alveg drullum þessar niðurstöður úr kostingum. Ég vil bara sjá hver vann fallegasta brosið. Já, fallegasta brosið. Hver vann eiginlega fallegasta fucking brosið? Við erum með sama vinning og í fyrra, þið megi bitch-slappa okkur hvenær sem er ef þið vinnið. Það hafa þessi nokkrir lögðrunga mig, ég veit ekki með ykkur. Það verður engin lögðrunga mig, sko. Já, ég ætla ekki að ljúga, það var enginn sem bitch-slappaði mig. Já, fólk elskar bara að lemja mig. Mjög lélegt, sko. Já, ég bitch-slappaði bara einn og það var baugurinn. Já. En drengir, er ekki peppaður í þetta? Baldvin, þú byrjar fyrst. Já, ég er fárinn að peppaður ógeðslega til í þetta geggja kvöld. Árni, komið þig? Bara hvað, hvernig líður mér? Já, maður. Ég er bara frekar slagur, sko. Þetta er Versló Óskarinn, maður. Já, ég er bara ógeðslega spenntur fyrir niðurstöðunum, sko. Er ekki bara að byrja á þessu, sko? Jú, við ætlum að byrja á þessu. Bara spjallið smá með næ skjálinu upp. Jónsi, við þurfum bara að spjalla meðan Jónsi nær skjálinu upp. Hanna, já, hvað? Já, ég kannski ef við tölum að þessum ferlið í fyrra, þá var þetta náttúrulega ekki klikkað því að við tókum bara viku samfell með Gulla Teknamanni og gerðum það best úr þessu. Einmitt, á meðan það var sko bullandi COVID fyrsta bylgja. Ó já. Þú veist, við höldum kannski að það með ekki neitt núna en það mátti bókstaflega ekki neitt. Einmitt. Það voru við 4 heima hjá Jónsa að gera okkur að einhverju fíblum í beinni. Í svona viku, bara að æfa þetta, sko. Já. En það var allavega alveg heldur skemmtilegt, sko, alveg frekar fín redding með að það hefði verið ekkert ef það hefði ekki verið stream, sko. Já, klart mál. Eflaust besta minningi mínum Versló, sko, en ekki bara byrja þetta? Jú, við ætlum að byrja þetta. Heyrðu, byrja aðeins? Hver er fyrsti liðurinn, segirðu? Hvað segirðu? Hver er fyrsti liðurinn, segirðu? Fyrsti liðurinn er miðstöðunefnd ársins, sko. Miðstöðunefnd ársins. Og ef ég fer hérna í tilnefningar, sko, þá eru tilnefningar Kvasir, 12.00, Balli, hvað meira? Rjóminn. Já. Það var 12.00, Kvasir, podcastnefnd. Já. Annállinn. Annállinn auðvitað. Hvað, Jónsi, ert þú ekki með skjalið þarna eða? Ég er með það þarna fyrir smáminni en ég er nánast með það. Já, við förum í miðstöðunefnd ársins, það er Kvasir, 12.00, NFFI TV, podcastnefnd og annállinn. Herru, við förum bara í þetta, hérna er þetta, sko. Miðstöðunefnd ársins og... Sigurvegarinn er Kvasir. Já, þetta kannski kemur okkur ekkert svakalega óvart. Nei, Kvasir var auðvitað hellaði í ár, sko. Auðvitað ótrúlega flott. Hekla Birgis tók þetta á sig og bara var formaður og tók hún ótrúlega nefnd og bara byrjaði eitthvað nýja ótrúlega hefð. Já, bara... Já, það er geggjað að sjá því að fólk leggur svona mikið metnað í nefndafélagi. Það er náttúrulega ástæðan fyrir að við erum stærsta nefndafélag á landinu, af því að fólk tekur að sér að bara alltaf betur en bara að stækka hlutina, sko. Yes, og ef við förum sko í tölfræðina, þetta var nefnilega close call hérna. Kvasir var einmitt hérna með 31%, 12.00 hérna í öðru sæti með 28,2%. Wow. Ég ætla reyndar ekki að ljúga að ykkur, en það var töluvert mikið spamm á 12.00 frá einhverjum einum. Já, ekki comments það. Komið 100 12.00 tilmenningar í röð. Og bara það. Og þriðji X-bekkurinn var líka með hann sem mikið. Já, það kom nefnilega sko í röð hérna 12.00, allir eru sexy og þriðji X. Bara 112 svör. Já, Bjartur, hvað tjá þig? Hver var þetta bara? Bara hver var þetta? Nei, Bjartur svarar aldrei fyrir gjörðir sínar, hann er þekktur fyrir það. En heyrðu, næst er stjórnarnefnd ársins, ef ekki bara fara í það. Yes. Tilnefningar eru bara allar stjórnendur. Og við byrjum. Stjórnarnefnd ársins er... Nemo! Það er Nemo! Það er frábær sýning í ár. Já, frábær sýning. Hvað annað? Gerði fáránlega góða hluti. Það líka bara... Ég sett upp Nemo í COVID.
Já. Gerðu heila stúku til þess að sína okkur þetta rugl. Þorgeirarsalur. Ég meina hvað, auðvitað vinna þau stjórnarnefnd ársins, stóðu sig fáránlega vel. Líka að vera með hérna, ef við kíkjum á kökurítið hérna, þá er Nemo með ansi stóran bita í þessari köku en heil 41% og restin er einhvern veginn alveg dreifð. Bara til alveg hamingju dreifð, með bara það. 13% fyrir rest sko. Já. Bara Kara persónlega bara til hamingju með það. Jónsi Bara sem kom að þessu sko. persónulega segir til hamingju. Já, ég segi Förum það kannski bara í næsta lið. Á ég fara næsta lið, spjallið smá? Já, það er lag ásins. Það var mikið að góðum lögum í ár. Já. Ég bara vinda okkur í þetta. Já, klálega. Lag ársins. Tilmenningar eru Allir eru sexy, Busa, Jam Anthem, Diss Track og Tímavélin. Næst er Allir eru sexy. Allir eru sexy með 12-0 vinna. Allir eru sexy. Til hamingju með þetta. Jói eða sexy, Bjartur? gjörsamlega svípaði gólfið hérna með 59% og Jam Anthem hérna í mjög, í öðru seti hérna með 26%. Jói eða Bjartur, þið sem er í salnum, viljið koma upp og segja einhver orð eða? Komið. Bjartur mætir. Þetta var lag ásins, en það eru þetta mjög mörg lög sem er eftir að vera sýnd eins og Treyjan er að gefa út plötu með fullt af lögum og Rjóminn er að koma með þátt með lögum og 12 er líka með þátt. En hérna er Bjartur með Ætlar að taka lagið eða? Bjartur, ætlar að taka lagið? Þetta er eins og Eurovision, þú tekur lagið. Takk fyrir allt sem að þið hafi gefið okkur, kæru verslingar. Þetta var það sem fólki vildi greina. 60%. Nenna að tala í báða, Bjartur. 60% atkvæða, það er bara greinlegt að það er bara ein nefnd í þessum skóla. Takk fyrir það. Frábær ráð frá Bjarti Ingva hérna, markastjóra og 12-0 mömmuleg. En næst förum við í, hvað eru að fara Það er Ginger ásins. Eru að fara í Ginger ásins strax? Já. En heyrðu, ekki bara vinda okkur í það? Hver er Ginger ásins? Hver eru tilnefningarnar? Tilnefningarnar eru Urður Vala, Gauti, Flauti, Katla Njáls, Bjarki 40, Hafrún Arna og sigurinn er Gauti Flauti! God damn! Formaður Íþró, meðlimur TV, meðlimur stjórnar. Vissulega ekki meðlimur TV, en vissulega meðlimur 12-0. Nei, ég meina 12-0. En þetta var samt ekkert, hann er ekkert með stærsta bitan, hann er vissulega með stærsta bitan, en hann vann hérna með 31%, í öðru sæti var hún Katla Njáls með 27%, þriðja sæti var hún Urður Vala með 22% og Bjarki 40 hérna með 14%. Frábærlega spennandi sko. Hvað segirðu? Dissa Katla eins? Ég meina, hún tapaði Ginger ásins, skilur. En heyrðu, næst erum við Tístari ársins. Tístari ársins, mikið spjall á internetinu, á Twitter, já. Hérna eru tilnefningarnar, leið mér að fara í gegnum það. Tístari ársins er Ísak Leon, Kamila Dögg, Hrafningi, Birkir Bísepp og Eyþór Völler og sigurinn er Eyþór Völler. Eyþór Völler gjörsamlega pakka þessu saman held ég. Bara frábær tíst. Nei, ok, hann pakkaði þessu ekki saman, þetta var hérna 23%. Já, ok, þú voru bara 9 jöfn hérna maður. 23% á Eyþór Völler, 22,5% á bæði Ísak og Birki Bísepp. Kamila hérna með 22% líka. Oh my god, maður. Þetta er ótrúlegt. Talaði smá. Við ætlum að tala í smá, Næst er en King of næsti the liður er Goons. hvað? Næst er King of the Goons, já. Það var ekki lítið, bara henda okkur í það. Já. Tilnefningar eru Gandri, Jens Ingi, Alvar Máni, Bjarki He, Sindri Snær og sigurveri er Gandri. Mæta fokkinlega. Formaður Treyjunar, heitasti DJ landsins. Já, hann gjör samlega að pakka þessu saman sko. Hann er með bara langstærsta kukubitan í þessari kuku sko. Já. Heil 32% sko. Fastagestur á Smart Sólstöðinni. Hann fer ekki í ljós. Hann fer ekki í ljós. Fer hann ekki í ljós? Nei, hann fer ekki í ljós. Hann er Hann er á náttúrulegur. brasilískum uppruna, segir hann. Hann er náttúrulegur. Hann er alveg náttúrulegur. En næst er það Aron Ársins. En það er ótrúlegur liður sko. Ekki bara vinda ykkur í það? Jú, gerum það. Það verður margir Aronar í ár. Tilnefningar eru Aron Ísak, Aron Atli, Aron Gauti og Aron Kahn. Og Aron Kahn tekur þetta. Tónlistarmaðurinn Aron Kahn tekur þetta. Sigraði í Vestló kostningum hver er besti Aron í Vestló. Hann reyndar rústaði því með heil 35%. Til hamingju. Aron Kahn reyndar að var að gefa út eitthvað nettasta myndband sem ég hef séð. Já, er það ekki? Þið sem að heiti Aron, þið kannski takið þetta inn á okkur og breyti hérna hugsunarhætti ykkar. En til hamingju Aron Kahn, bara ótrúlega flott hjá þér
og við persónulega stiðum þig. Ég, Baldvin og Jónsi Árni. persónulega stiður þig. En líka þú, Baldvin? Nei, ég stiði hann ekki. Ok. Næst er það bekkur ásins, þetta er alltaf heitasti liðurinn. Bekkur ásins, ok. Fáránleg umræða hér. Þetta fekk alveg lang flest atkvæðin, greinlega margir graðir að vinna hérna besta bekkin. Já. En það er einmitt, tilnefningarna voru einmitt 3. X, 3. B, 2. Y, 1. D og 1. B. Er ekki til í þetta? En sigurvegarinn er... Sjáum þetta. Nei, bitte. Sigurvegarinn er... Bekkur ásins. Herðu. 3. X. 3. X er að taka grilla. Herðu. Það er að koma hérna og segja nokkur orð. Þeir ætla að taka nokkur orð. Bjartur, Atli, kotninga. Vil ég koma hérna í smá viðtal, strákar? Jæja, strákar minni, hvað segið þið? Við unnum þetta. Hvað er Jói? Segð bara það sem ég vilji segja að þið hafið... Mér langar bara að spyrja Baldvin. Salin, já. Þú kannast þið konseptið af sófa, eða ekki? Jú. Já, ég heldur bara að þakka fólkinu fyrir kjósa okkur. Já, þakka fyrir að kjósa rétt. Já, það er bara greinilegt að það er bara eitt bekkur. Það var meira þess að heil 44%, þetta er þarna risa fokkin stór kökubiti sem þið voru með hérna, sko. En hvernig vinnum maður samt bekkur ársins? Getur sagt mér hans fyrir því, af hverju þið eru langvinnsalasti bekkur ársins? Það er bara að vera með sem flesta í stjórn og sem mestan klíkuskap bara. Þetta ótrúlega nefnd með marga í stjórn, en Baldvin... Já, 3. X voruð það nefnd. Nei, mér meina bekkur. Takk fyrir það. Balli, hver er næsta tilnefning? Það er fallegasta brosið. Mjög umdeltur liður hér. Þetta er mest umdeltur liðurinn. Fallegasta brosið, þetta er líka mikilvægasti liðurinn fyrir mér. Mér finnst bara ekkert alveg gaman að sjá hérna. Hver var tilnefningar? Tilnefningar fyrir fallegasta brosið var hérna fólki með fallegasta brosið, en það er einmitt, maður sjá, það er Kristín Lára, í Nemo, já. Það er Gísli Junior. Já, TV. Það er Kolbeinn Högni. Nemo líka. Kári Freyr. Já. Og Inga B.H. Ekki bara vindu ykkur í það. Hérna er það fallegasta brosið og sigurvegarinn er... Kári Freyr! Kári Freyr vann hérna með fallegasta brosið. Listómeðlimur, ótrúlegur maður, bara til hamingju fyrir að vera með fallegasta brosið. Það má samt ekki gleyma því að það voru allir hérna sem voru tilnefndir með eitthvað fallegasta bros bara. Þetta er svo falleg bros. Hvar væri Versló án brosa þeirra? Þetta eru bara svo falleg bros, maður. Mjess, ok, næsti liður. Herri, næsti liður, það er mitt busi ásins, þetta er alltaf mjög heitu liður. Já. Mikið af fólki sem svaraði þessum. Ekki bara vindu ykkur í það? Jó, það held ég. Tilnefningar voru Dagur Máni, Nadia Hjálmars, Aron Gauti, Hafdís Eyja og voru busar. Herðu! Það er engin busalord í ár. Voru busar? Voru busar var hérna með 44% og gjörsamlega rústaði þar sem að það voru greinilega bara engir busar. Það var 44% af Versló voru greinilega ekki var við það að það voru busar. Baldvin, ég ætla að spyrja þér núna persónulega. Voru busar? Ég er bara maður fólksins og samkvæmt þeim voru ekki busar, því miður. Það er bara spurning. En það voru samt alveg auðvitað margir kongabusar, við verðum að gefa þeim alveg gott hrós fyrir það að þau púlaði alveg þrjú sko, þrátt fyrir bara lítil tækifæri sko. Já, auðvitað. En herru, næsti liður er fyndnasti verslingurinn. Já. Mikilvægur liður, mikið samkeppni. Klart mál. Ekki bara farið tilnefningar? Algjörlega. Árni, þú með tilnefningar? Já, það var hún Júlía Styrmis, Urður Vala, Katla Njáls, Gústi Nils, Kiljan og Skorri. Vindum okkur í sigurvera. Sigurvegarinn er engin annar en Gústi Nils! Gústi Nils. Til hamingju. Gústi Nils er ekkert eðla fyndinn. Hann er mjög fyndinn. Þau eru reyndar öll hérna ógeðslega fyndinn. Það var skemmtileg samkynniðan á milli því að Kiljan tók Gústa Nils ef ég mani þetta seinast ári. Og nú tekur Gústi Nils algjörlega rústar Kiljan. Þetta er ótrúlegt. Gústi Nils bara rústaði þessu, hann bara sannaði bara fyrir Versló bara á alþýðunni að þessi maður getur látið fólk brosa. Hann er í raun fyndnasti verslingurinn. Hann er það í raun, já. Já, það segir fólkið. Hann er ótrúlegur. En næst er það skandall ársins.
Árni, með tilfinningar þar? Það voru ekkert sérstaklega margir skandalar hérna í ár, en þegar þeir voru, þá voru þeir reyndar alveg frekar stórir. Það voru stórir. Tilnefningarnar voru, allavega vinsælustu tilnefningarnar voru einmitt Busa diss track, sem var greinilega eitthvað svaka bíf hérna sem ekki margir eru kannski varfið fyrir utan Busana, en það var eitthvað svaka sjó sko. Fáum kannski að heyra það einhvern veginn í kvöld kannski, það var alveg byllandi stemming. Síðan var það 12:00 sem hérna greinilega mjög vinsæl nefnd en líka hérna í skandal ársins. 0-2 Moshpit, það var greinilega, ég meina það komst í fréttir. Já, MBL. Ekkert svakalega jákvæð frétt sýndist mér. Nei. Og síðan var það Herpes sem var hérna. Já, það er einhver faraldur. En það eru greinilega fleiri en einn faraldur í gangi. Ekki bara fara í sig vegaran. Hér er hann. Ok, glærnar eru að klikka. En sigurvegarinn er 12:0. Og þau gjörsamlega rústuðu hér með heil 60%. Við ætlum kannski að fá hérna Bjart sem er bara koma þegar þeir eru hérna í þeirra besta og kemur hérna líka í þeirra versta. Hvað hefur að segja við þessu, Bjartur? Þetta var fyrirsjáanlegt. Það verður að segja það. Það var sem sagt skýta. Já, þetta er drulla en við líka pössum að vera kostnir fyrir þetta. Við mistum okkur að þessu skjálunni í veikina. Við vildum reyna að svípa þessum velunum og það gekk helviti vel hjá okkur. Við förum ekki til skotgræða með það, þetta var skandal. En? Skál fyrir lýðræðis. Já, bara skál. Áfram Liverpool. Já. En næst er að síðasti liður okkar í kvöld og það er verslingur ársins. Ástæðan fyrir tilnefningar. Og þessi rökin líka. Tilnefningar fyrir versling ársins. Í fyrsta lagi var það Gulli tæknimaður. Ótrúlegur. Hvað með rökin? Rökin voru hérna hjálpaður öllum nefndum við allt. Engin viðburður hefði í raun bara verið jafn góður eða verið bara in the first place. Já, hann gerði það. Fakta. Gulli var eðlilega mikilvæg. Númer 2 var það Ilmur María. Ótrúleg. En hún hún var í öllu. Hún var bara í öllu. Hvað var hún í? Hún var í Kvasi, Málfó, hún var í Listó, Nemo. Þriðja bekkjarráð líka. Bekkjarráð, Kvasir. 12:0 lægi. 12:0 lægi, ótrúlegt. Hver næst er það? Eins og segjum, það var hún í öllu. Númer 3 var það Þorgeir vaktmaður en maðurinn er einmitt ekki nemandi en er samt tilnefndur. Frábær maður. Hann er verslingur. Já. Síðan var það Eiríkur Kuldsson. Já, fyrir hvað? Forseti NFFV í annálnum og auðvitað í sigurliði Gettu betur en sjátt auðvitað á alla sem voru hérna í sigurliði Gettu betur. Annað skipti í Versló sögunni, mætti maður segja. Við unnum Gettu betur. En hver var sigurverðin? Glærnar Nei, það er ein önnur tilnefning. Það er auðvitað Grímuklæddi maðurinn. Grímuklæddi maðurinn sem kom einmitt fyrst hérna fram í annálnum sem einmitt komst loksins sko á vídeói. Já. En hann einmitt verndar marmaran frá vondum köllum. Já, búinn að gera það langan tíma, eða ekki? Já, mér sýnist það. En hver er sigurverðin Balli? Verslingur ársins engin annar en það er hann Gunnlaugur Eiður. Gulli! Ef við getum fengið Gulla Tættumann til að koma Gulli er þetta með loksins með menn í því til þess að vera að gera það sem hann þarf að gera svo hann geti komið hingað. En hann er að fara, þetta er síðasta árið hans. Gulli, á að segja hvað þú ætlar að gera. Hvað er að gera? Þú ætlar að segja þetta nokkur orð og síðan ætlaru að taka á móti verðlaununum og löðrunga okkur alla. Eins fast og þú getur. Já, ég vil bara þakka ykkur fyrir að kjósa mig. Já. Hann er svo geggjaður. Herru, viltu kannski byrja hérna? Hérna? Svona aðeins hérna í læri kantinum bara. Já, svona byrja svona laust bara. Þetta var í læri kantinum. Förum síðan kannski í baukinn. Baukinn næst. Veitu hvað er ég að gera? Þetta var ekkert. Ok, ég vil fá gott. Ég vil fá mjög gott. Já. Alvöru kraft hér. Ég og Gulli er búinn að tækast í 18 ár hérna og hann ætlar að löðrunga mig. Gulli, gerðu þitt besta. Ok. Gerðu það bara. Ekkert eðlilega vont. En
Hér erum við. Já, það er þetta komið á okkur Vestló Óskars stjórum hér í kvöld. Við auðvitað vorum hérna hjá okkur síðast ári. Já. Og bara ég ætla að segja að við gerðum það bara vel, sko. Já, takk kærlega fyrir okkur. Við ætlum að fara hérna eins í smá kælingu og njótið þið bara restina af kvöldinu svo, bara allir. Bara kostingar eru, held ég, næsti liðurinn. Já, það er bara niðurstöðnur í kostingunum. Já, klart mál. Loksins. Og þetta var ótrúlega. Skemmt ykkur í kvöld. Í síðasta skipti Árni Þór Guðjónsson, Jón Ólafur Hannesson, Baldvin Bjarki Gunnarsson. Við erum búnir með okkar veislugöngu. Við erum búnir með okkar veislustjóra feril. Við bara sjáumst. Yes. Við sjáumst. Bless. Erum við góð? Alright, vá. Hamingju óskir til Óskarsverðlaunahafa. Já, það var hörð barátta og margir liðir í boði og ég er náttúrulega með Aron og Aron í bekk og þú með Aroni og Ég líka. þeir eru ekki búin að sjá það í viku. Þetta er búið að vera tens. Já, mjög tens vika en til hamingju Aron kann. Og þú ert líka með nýkrýndum seðlabankastjóra í bekk? Já, henni Hafrúnu, hún er algjör kóngur. Ég er vissum að hún muni sinni þessu embætti bara eins og algjör snillingur, Til sko. hamingju með það. Til hamingju Hafrún. En að öðru, að því að Ísak niðurstrykk Eir til hamingju, þú ert búin að vinna eitthvað ógeðslega gott. Við komum Core. Nei, ekki búlunni. Við vorum með Core, Ölgerðina og O'Cooper og Johnson EHF. En að öðru, ég er að spá að hafa annan gjafaleik. Ég til það. Og hver veit nema við gefum kassa af Nokko. Hver veit ekki 24 dollur af Ice Soda Nokko en unnur what is the lyric? Alright, allir upp með síma, þið vitið hvernig þetta gengur fyrir veislustjóra niðurstrykk NFFI á Instagram. Já, ég líka minna á feedið okkar að kommenta. Við hefum nóg af gumsi eftir til að gefa, þannig það er aldrei vita nema pakkarnir verður bara stærri. Já. Þannig eigum við ekki bara að henda okkur í það? Jú, gerum það. Finish the lyrics. Ég vil ekki vinna, ég vil bara drekka drykk. Go, 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 klárið setninguna en að öðru, ég held að sé komið að liðnum kosninganum sem að allir hafa beðið eftir. Og the man, the myth, the legend, hér kemur hann, Eiríkur Kult, forseti nemendafélags Verslunarskóla Íslands. Gefum honum gott klapp. Takk fyrir fallega kynningu. Takk allir fyrir að mæta, takk allir fyrir að kjósa. Ég skrifaði ávarp. Þetta mitt síðasta ávarp. Þannig ég bið ykkur bara að hlusta vel og njóta. Kæru veslingar, þetta í síðasta skipti sem ég ávarpi ykkur öll sem forseti NFFI. Þetta hefur verið einn mesti heiður lífs míns að fá að njóta trausts ykkar allra í þessu verða verkefni. Og því þetta verkefni ansi verðugt. Sko, það engin spurning að þetta skólaár hefur verið engu öðru líkt. Og ég vil ekkert vera að fara í sömu gömlu frasana að þið viti öll hversu sökka COVID var og allt það. En ég hins vegar ótrúlega stoltur af öllu flotta fólkinu í nemendafélaginu sem sýndi úr hverju það var búið. Ótrúlegum dugnaði og þrautsi. Í ár var svo sannarlega hver viðburður bara flottar en næsti. En þetta ávarp mitt verður ekki til þess að fara yfir hversu gott þetta ár var. Ef þið viljið heyra það þá bendi ég ykkur ávarpið mitt í Verslunarskólablaðinu. Ég vil fá að nýta tíma minn hérna til þess að brýna á hversu ótrúlega mikil tímamót það eru sem næsta stjórn og næsta nemendafélag stendur frammi fyrir. Nemendafélag Verslunarskóla Íslands hefur aldrei átt sér jafningja og lengi vel verið að allra stærsta á landinu og örugglega víðar. Til fyrsta og annarsársnemana ég leyfi mér að fullyrða að við í 2002 árgangnum og allir hinir útskrifuðu verslingarnir treystum á ykkur til þess að halda nemendafélaginu uppi og rífa það aftur upp. Það hefur verið erfitt undanfarna 1,5 árið út af COVID en í Guðnabænum ekki láta það stoppa ykkur. Ekki láta neitt stoppa ykkur.
því framtíð nemendafélagsins í ykkar höndum. NFFI á krossgötum og þið eruð í bílstjórasætinu. Hvaðan þið takið nemendafélagið héðan í frá undir ykkur komið. Það mun reynast ykkur erfitt en munið alltaf að hérna eruð þið með heilan árgang sem þekki hvernig lífið var fyrir myrkurtímana og við munum gera allt þess að hjálpa ykkur. Til ykkar sem tapið hérna í kvöld, ekki láta það einkenna ykkur, ekki hætta að reyna. Í ár buðu sig fram 134 manns í nefndasæti og þegar þessi vika kemur á áriliðinu þá viljum við sjá þess að tölu tvöfaldast. En ég hef aldrei verið mikið fyrir ræður þannig við höldum þessari stuðtri og áður en ég fer yfir í niðurstöðu kosningarna vil ég skilja ykkur eftir með þau orð sem ég var eitt sinn sagð. Ekki bara vera betri, verið best, verið verslingar. En að þessu lónu þá komið að mómentinu sem allir hafa beðið eftir. Það niðurstöður kosningarna. Aðeins að bíða. Í ár getum við kannski farið yfir tölfræðina sem var í kosningunum. En fjöldi nemenda í skólanum eru 1034 og fjöldi nemenda sem að kusu voru 877. Og það eru tæp 85% kjörsókn sem að svo stærsta í sögu NFFI. Við getum gefið því góð klapp. Ok. Jú. Tæknin að stríða okkur en hver annar en verslingur ársins að bjarga málnum? Nei. Yes. Við ætlum ekkert að hafa þetta 3. Yes. Þá erum við komin á stóru stundina. Við ætlum að tilkynna. Erum við að góð? Ekkert mál. Væri maður stressaði núna sko. Yes. Við erum núna að fara að kynna sigurvegara kosninga til nefndarsetu í Íþróttafélaginu og við ætlum bara að vinda okkur inn í fyrsta nefndarmeðliminn. En það engin önnur en Hrafnhildur Árnadóttir með 241 atkvæði. Innilega til hamingju með það, Hrafnhildur. Þú ert fyrsti meðlimur NFFI 2021-2022. Og þá fyrir við nefndarmeðlim nummer 2. Og það engin önnur en Emma Sól Jónsdóttir með 199 atkvæði. Innilega til hamingju með það, Emma. Og þá vindum við okkur í nefndarmeðlim nummer 3 í Íþróttafélaginu. En það engin annar en Tómas Andri Ólafsson með 172 atkvæði. Bittu. Það eitthvað að. Það önnur glæra. Það virðist sem það hefur verið jafntefli í 3. sæti. Og því erum við að fara að kynna 4. nefndarmeðlim Íþróttafélagsins. Og það Guðmundur Ísak með 172 atkvæði.
Þeir Tómas og Guðmundur voru hnífjafnir með 172 atkvæði og eru þá báðir nefndarmeðlimir íþróttafélagsins. Rosalegt! Og núna ætlum við að kynna niðurstöður kosninga til nefndarsetu í nemendamótsnefndinni. Og vindum okkur bara í fyrsta nefndarmeðliminn. En það er Unnur María með 303 atkvæði. Innilega til hamingju með það. Það er smá vandamál. Nei, Baldvin, hvað þú aðeins? Já, við viljum óska Unni Maríu innilega til hamingju með nefndarsetuna og förum þá í nefndarmeðlim nummer 2 í Nemo. Og það er Aron Atli með 249 atkvæði. Innilega til hamingju með það, Aron. Og þá vindum við okkur bara í nefndarmeðlim nummer 3. Og það er Steinunn Glóey með 243 atkvæði. Til hamingju. Þá förum við í nefndarsetu Williams. Og fyrsti nefndarmeðlimur Williams 2021 til 2020 og 2022 er engin annar en Sverrir Ingi með 340 atkvæði. Ef mér skjáttlast ekki þá er Sverrir með mestu atkvæðin hingað til. Þannig það er svo sannlega eitthvað til þess að vera stoltur yfir. Innilega til hamingju, Sverrir. Og þá förum við í nefndarmeðlim nummer 2 í Viljanum. Og það er Nadia Aurora með 229 atkvæði. Til hamingju. Og þá förum við í þriðja nefndarmeðliminn, en það er Dagur Þórisson með 210 atkvæði. Til hamingju með það, Dagur. Og þaðan förum við í nefndarsetu Listafélagsins 2021 til 2022. Og fyrsti nefndarmeðlimur Listafélagsins er Kristín Lára með 287 atkvæði. Innilega til hamingju með það, Kristín. Og þá förum við í annan nefndarmeðlim Listafélagsins. Og það er Nadia Hjálmarsdóttir með 261 atkvæði. Til hamingju með það, Nadia. Og þá vindum við okkur í þriðja nefndarmeðlim Listafélagsins. En það er Hrönn Tómasdóttir með 230 atkvæði. Til hamingju. Og þá förum við í þá elstu og virtustu málfundafélagið og fáum inn fyrsta nefndarmeðliminn. Og það er
Birkir Snær Brynleifsson með 286 atkvæði. Þess má geta að ég æfiði á gítar með Birki í 9 ár. Bara hendis út í kosmósið, innilega til hamingju Birkir. Ekkert eðlilega góður. Og þá förum við í annan nefndarmeðlim málfundafélagsins. En það er Ísak Leon með 175 atkvæði. Til hamingju með það, Ísak. Og þá fyrir við í þriðja meðlim málfundafélagsins. Og það er Aron Ísak Jakobsson með 165 atkvæði. Til hamingju. Og þá fyrir við í árbókin okkar, Verslunarskólablaðið, árgangur 88. Og við vindum okkur í fyrsta nefndarmeðliminn. En það er hún, Urður Vala með 392 atkvæði. Og sem þýðir að Urður Vala er komið með mest atkvæði allra í frambúði til nefndarsetu. Og innilega til hamingju með það, Urður. Og þá fyrir við í annan nefndarmeðlim Verslunarskólablaðsins. En það er engin önnur en Saga Klose með 349 atkvæði. Innilega til hamingju með það, Saga. Og þá fyrir við í þriðja meðlim Verslunarskólablaðsins. En það er hún Sóllilja Birgisdóttir með 168 atkvæði. Og þá förum við í nefndina sem var með mestu aðsóknina, skemmtinefndin. Og við ætlum að vinda okkur í fyrsta meðlim skemmtó 2021-2022. En það er Gústi Nils með 385 atkvæði. Ég var með Gústa í annálnum, kynntist honum þar, hann er frábær. Þið finnið ekki betri mannesku neinstaðar, innilega til hamingju Gústi. 385 atkvæði. Þá förum við í annan nefndarmeðlim skemmtinefndar. En það er Þórdís Katla með 286 atkvæði. Innilega til hamingju með það, Þórdís. Og þá vindum við okkur í þriðja nefndarmeðlim skemmtinefndar 2021-2022. Og það er Bjarni Kristbjörnsson með 163 atkvæði. Innilega til hamingju með það, Bjarni. Og þar með lýkur úrslitum kosninga til nefndarsetu. Og ég sé því ekkert til vanbúnaðar en að vinda okkur í fyrsta stjórnarmeðlim skólaársins 2021-2022. En það er við erum búnir. Það er aðalritari Verslunarskólablaðsins 88. árgangnum. Og þar er hún Eva Sóldís í frambúði. Hún þarf að ná meira en 66% til þess að vera kjörin. Við skulum komast að hvort hún náði. Og þetta er tæft. Þetta er stressandi. Og innilega til hamingju Eva Sóldís. Þú varst með 820 atkvæði eða rúm 92%, ekki satt? Og þú ert fyrsti meðlimur stjórnarinnar 2021-2022. Og þá förum við í markaðsstjóra nemendafélagsins. Þar hún Embla, ein í frambúði. Og sama mál, hún þarf að ná 66%
fylgni til þess að vera kjörinn markastjóri nemendafélagsins og við skulum komast að því hvort hún hefur náð því. Og þetta er til hamingju Embla með 799 atkvæði, þú ert nýji markaðstjóri NFFÍ. Hún tekur við býsna góðu búi frá honum Bjarti og núna eru 2 meðlimir stjórnarinnar komnir. Það er Embla og Eva. Og þá vindum við okkur bara í nemendamótsnefndina. Hún Elisabeth Sara er ein í frambúði þar og enn og aftur þarf að ná 66% fylgni til þess að ná kjöri. Ef við ekki bara komast að því. Og heldur betur. Elisabeth Sara, formaður nemendamótsnefndar með 784 atkvæði. Innilega til hamingju með það. Og núna eru 3 meðlimir stjórnar sem heppilega byrja á E. Skemmtileg staðreynd. Og þá vindum við okkur í aðalritara Viljans. Þetta hefur verið ansi hörð samkeppni og engin vafi það að báðir frambjóðendur myndu sinna þessu starfi með sóma. En því miður þá vinnur aðeins einn aðili og það er Anna María og Eydís Helga eru hér í frambæði og við skulum komast að því. Hver er ritstýra Viljans? Og þetta er spennandi. Og það er hún Anna María sem að vinnur þetta með 416 atkvæði. Innilega til hamingju Anna, gefum henni gott klapp. Og þar með erum við komin með 4. meðlim stjórnar NFFÍ 2021-2022 en það eru þær Eva, Sóldís, Embla Eik, Elisabeth Sara og Anna María. Og þá förum við í framboð til Íþró. Og þær eru 2 í framboði, Laufey og Selma. En nú aftur, ég held ég hef aldrei haft erfitt með að ákveða hvað ég ætla að kjósa. Ótrúlega flottar báðar og myndi svo sannarlega sinna þessu vel. En ein manneskja gengur hérna burt sem greifin af Íþró og við skulum bara komast að því hver það er. Og greifin af Íþró 2021 til 2022 er Selma Lind Árnadóttir með 418 atkvæði. Innilega til hamingju með það. Og þá erum við hálfnuð með nýju stjórn NFFÍ. Og þá skulum við vinda okkur í greifan af Listó. Þar eru þær Elísa Gía og Hrafnhildur Una í frambúði. Og já, góðu sálmur er aldrei oft kveðin. Það myndi báðar vera ótrúlega flottar. En nú skulum við bara komast að því hver greifin af Listó er. Æsi, spennandi. Margir óákveðnir. En það er Elísa Gía Ómarsdóttir með 465 atkvæði. Innilega til hamingju með það.
og þá förum við að öllum líkindum að fá fyrsta strákinn í þessa stjórn, en það greifinn af Skemmtó. Það þeir Daniel og Skorri sem í frambúði. Og við ætlum bara að fá að sjá hver verður formaður skemmtinefndar ársins 2021 til 2022. Og það Daniel Þorri Jökulsson með 634 atkvæði. Hauksson, það stendur Jökulsson. Þetta. Innilega til hamingju Daniel Þorri Hauksson. Ég var einmitt líka með Daniel í annálum. Hann var bara fín. Þá förum við í elstu og jafnframt virtustu stjórnarnefnd nemendafélagsins. En það málfundafélagið. Og þær eru tvær í frambúði, Kristey og Salvur. Þekkja þær báðar mjög vel. Þær eru báðar ótrúlega flottar. Við skulum komast að því hver greifinn af Málfó verður 2021 til 2022. Æsi spennandi. Margir óákveðnir. Erfitt að gera upp á milli tveggja frábæra frambjóðanda. En greifinn af Málfó Salvur Dalla Hjaltadóttir með 424 atkvæði. Innilega til hamingju Salvur. Og þá erum við nánast með full skipaða stjórn. Við skulum renna yfir þetta. Það Eva Soldís, ritstýra Verslunarskólablaðsins, Embla Eik, markaðsstjóri, Elisabeth Sara, formaður Nemo, Anna María, ritstýra Viljans, Selma Lind, formaður Íþró, Elisa Gia, formaður Listó, Daniel Þorri, formaður Skemmtó og Salvur Dalla, formaður Málfó. Og þá förum við í embættið sem ótrúlega vanmetið. Það manneskjan sem sér allan fjárhag nemendafélagsins, sem gríðarlega stór. Þau eru tvö í frambúði, það Högni og Rut. Við skulum bara komast að því hver féhirðir nemendafélagsins verður á næsta skólári. Fá að skilja nauðu. Fólk harð ákveðið. En féhirðir nemendafélagsins Högni Hjörvarsson með 487 atkvæði. Innilega til hamingju með það, Högni. Og þá vantar bara eina manneskju í stjórnina. En það kemur alltaf að því að maður þarf að kveðja. Og ég get með bara ég get algjörlega sagt það að ég myndi treysta öllum frambjóðendunum til þess að taka við búinu mínu og þau myndi öll gera það rosalega vel. En því miður, það getur bara ein manneskja unnið og við skulum bara komast að því hver arftaki minn verður forseti nemendafélagsins árið 2021 til 2022 Kári Freyr Kristinsson með 615 atkvæði. Til hamingju. Innilega til hamingju með það, Kári. Og þá fullskipuð stjórn komin. Kári forseti, Högni féhirðir, Salvur formaður Málfó, Anna María ritstýra Viljans, Selma formaður Íþró, Elisa Gia formaður Listó, Daniel Þorri formaður Skemmtó, Eva Soldís ritstýra VAF 88, Embla Eik markaðsstjóri og Elisabeth Sara formaður Nemo. Innilega til hamingju allir og til þeirra sem töpuðu, eins og ég sagði áðan, aldrei hætt að reyna.
Nemendafélagið þarf fólk eins og ykkur, fólk sem þorir. Og eins og ég sagði áðan, nemendafélagið er í ykkar höndum. Farið vel með það. Takk fyrir mig. Þetta var nú aldeilis kosning. Já, svo sannarlega. Já, en kæru verslingar, það er komið að lokum hjá okkur í kvöld, en til hamingju með ykkur öll. Við hlökkum virkilega til nýs skólaárs. Já, við ætlum bara að óska nýkjörnu stjórninni og þeim sem fengur nefndarsetu velgengnis á næsta ári. Já, algjörlega. Það er gaman að fylgjast með ykkur. Já, ég hlakka bara til, sko. En að öðru, Sandra Kristjánsdóttir, til hamingju, þú hefur unnið kassa af Nokko Ice Soda. Ég vil minna á að þið hafið til miðnættis í kvöld til að drita inn fullt af kommentum. Það eru fullt af vinningum eftir og bara hendu þess inn og við komum með vinningan ykkar helgina í næstu viku. Annars bara takk fyrir okkur og takk fyrir geggjaða kosningaviku. Njótið kvöldsins og bara fagnið í botn. Algjörlega. Takk fyrir okkur.